rétt svo að stinga stóru tönnu í pottinn, skilur við, en gefa ykkur ákveðna ímynd það hvað mann spá í. Ég heiti Sigurður Jósef og er björgunarsveitin Ásar, eins og Ármann, og ég er líka hjúkrunarfræðingur og starfa á Slys- og bráðamóttökunni. Þannig að ég veit eitthvað smá hvað að segja, það er mjög brunt. Herri, lífsmörkin eru, og ég miða alltaf það sem við mælum bráðamóttökunni, þá tökum við alltaf hita, puls, blóðþrýsting, öldrunartíðni og svo talar við verkir sem við fyrir lífsmörkið. Við tökum líka meðvitaðstig, larp og kómaskeil, en hvarðin er eitthvað frá 3 upp í 15 og það merkir aldrei neitt í hann nema fólk segir bara með fulla meðvitað 15 því að nefnir einhverja að reikna eða ég vil þeirra tómur eða 15, en við finnum það svo. Herri, hiti er yfirleitt einhvers staðar milli 36,5 til 37,5. Við erum ekki að mæla hita eitthvað utan spítala en spítala eru mikið að mæla hita. Fólk er oft larra, fólk líka kannski aðeins herra, en yfirleitt er fólk aðeins bili. Fólk sem er 36 í hita og er svo orðið 37,5, það hefur hækkað jafn mikið og það sem eru 37 og eftir komið 38,5. Það líður jafnvel eftir illa á manneskjum í 38,5 líka. Þannig að ekki láta endilega tölurnar flækjast fyrir ykkur heldur pæli oft í hvernig ertu venjulega sem einstaklingur. Og það er mjög margir sem vita. Vitið þið hvað þið eru í hita venjulega? Nei. Það er til ótrúlega mikið af fólki sem veit ótrúlega mikið sjálfan sig og ég held að alltaf að bera virðingu fyrir þeim sko, en það er stórkostlegt að vita bara að ég er alltaf 36,2 og jafnvel fólk sem mænir sig kannski bara daglega og er of pælið. Púls er yfirleitt einhvers staðar milli 60 til 100. Það er þetta gullna viðmið, en það er fólk sem er of hærra í púls yfirleitt með feitir einstaklingar og svo er fólk sem er larra í púls, jafnvel bara 40 slögumínútur og það er þetta fólk sem er að hlaupa maraþon en flestir eru einhvers staðar þarna milli 60 og 100. Fólk sem er venjulegt bara, einstaklingur sem er yfirleitt 60-70 í púls en er 90 í dag, það er líka breytt ástand. Við erum átt að horfa einmitt út frá því hvað er venjulegt ástand einstaklingsins. Ef ég væri 90 í púls núna, þá liður mér svolítið illa, þá liður mér svolítið eins og ég var að hjóla í morgun hingað og mér væri ekkert saman. Þannig að það má alveg pæla í því að þetta er oft sko, það er erfitt að segja eitthvað að 90 púls, hann er innan þessa viðmis og þar lendi lægi, en það er náttúrulega ekki þannig. Öndunartíðnin einhvers staðar milli 12 og 20, fólk andar að læra ef það hefur oft orðið fyrir einhverjum heilaáverk, eða morfínskennt lyf, þá getur það fyrir öndunarbælingu og svo andar hærra ef það er einhvers konar andnauð eða það sem kemur eftir er að sigla inn einhvers konar lost. Blóðþrýstingur er fullkomlega 120 og 80, en og aftur það eru margar stelpur sem eru að rétta hangi kring 100, 105, 110 eða bara fínu lífi og svo er fólk herra, en yfirleitt tekur ekki síðan blóðþrýstingslíf eða herra, en er einhvers þar. Og hækkar í þrýsting svo sem yfirleitt líður á aldurinn, en 120 og 80 er þessi gullnægur. Hérna í bókinni var ég að sjá þetta í morgun og talar sko 100 til 140 á móti 60 til 90. Það er það sem við erum að sjá oft venjulega. Þannig að endilega verið hérna vakandi fyrir því. Meðvitaðstig eins og það er þessi 15 kvarði, þannig að Glasgow kómaskeil, eða ótrúlega einfaldur kvarði sem sjúkraflutningar nota er AFPU eða eins og legsti á íslensku VAFASE eða VAMSE. Það er þessi alert, það er bara fullt vakandi. Verbal bregst við bara ávarpi, pain bregst við sársauka eða bara unresponsive. Á íslensku er það vakandi ávarp fyrir ekki sársauka og engin viðbrögð. Ótrúlega basic og allir skilja þetta. Þannig að ef þú ert einhvers staðar, ekki innan spítala þar sem þú ert með korti hérna sem stendur Glasgow kómaskeil, kvarðinn alveg, þá getur bara sagt mér að hann er pín, hann bregst ekki við hérna með sársauka og ef þú þurfa að sigla einhver sjúkrabíl þá skilja þetta þegar óskætt í þyrlu eða hvað sem þið gerir í ykkar frítímum og það er gott að vera með þetta taka eða en það gefur ákveð kynna og góður upplýsingar fyrir lækninu í þyrlunum til þess að taka ákveð hvort það er að fara. Einhverjar spurningar með þetta? Okay. Þið farið í þetta eftir við erum í örgulega endurlífkunar dúkkunum en við erum svolítið í hérna það er alltaf fókusar í endurlífkunum að fara að mæla eitthvað púls reynið bara svona algjörlega stróka út í hugum
Það sem þú vilt bara gera, þá þú sér með endur þessum mannesku að kanna hvort þú andar, opna undir það sem andar ekki. Ástæðan sem ég er að segja ykkur þetta er þess að allir hinir hópunum bara spyrja þetta. Ef hann hérna andar ekki, þá hef ég endurlítu. Ef hann andar, þá svona sleppið að reyna að fá því að mjög líklega er þá get ég fara dundtöku við að finna allt. En alltaf bara þannig manneska andar. Opna undir það veginn, finni hvort að, þið heyri hann andar og rúpa eyrunum og ógeðsleg og horfir á brjóska sem sjá hvað er. Þau farið í þetta held ég vonandi í dúkunni uppi. Pröfa að taka púlsinn á hvort öðrum hérna. Þið finnið hann yfirleitt svona hvað er gróf aðeins og neðan þunnarbyrg. Sjá hann hérna. Finnið hann? Já, hvort öðrum. Það er oft einmitt á þessu öðru. Það er eitthvað svona, kemur svona lítil hóla hérna sem maður getur oft fundið hann í. Þegar ég ætla að vera postróleg nema hann séu 76 lyfjum með eitthvað sluðis 76 og ef hann er reglulegur púlsinn þá er nóg að mæla í korter og markmann hann í 4. Ég mæli með því að mæla bara í 15 sekundur. Já, nei, já, 15 sekundur. Sjóðust á púlsinn, það var einhverjum tíma hefur. Nei, já, í 15 sekundur er ég yfirleitt gera í 30 sekundur. Það er eitthvað reyndi stressaðir, það er bara auðvitað markmann með 2 þetta en að markmann með 4. Það er ekkert flókið en þegar við erum stressuð þá gerum við skrýtna hluti. Farið ég svo heim núna og takið mamma og pappa hundinn og köttin og allt saman og reyna að finna púls og pröfa að mæla þetta. Og hérna, og pröfa að mæla hérna. Það er eitt sem ég þurfa að passa okkur á sem ég sé að hann er að gera hérna, ekki nota taumalífni að mæla. Og hún fer hérna, slagan í hérna og þú getur fundið þinn eigin púls þegar þú ert að hérna mæla í það mót. Don't do it, man. Já, farið, æfið ykkur. Þetta er smá tækni og það er gott að kunna þetta. Jú, á spítalunum erum við með ótrúlega fín tæki til að mæla allt saman en það er ótrúlega gott að hafa smá tilfinningu fyrir því hvernig mismunandi hjartsláttartíðni er og líka eins og til að fara upp á spítal að finna óreglu. Þóttu sjá óreglu á riti, þá er allir að finna hann líka og fá upplifa, fá smá örlítið klínískt neð og finna hvernig er þessi óreglu. Og bæði hægt að mæla hérna og svona það. Ástæða sem ég segi ekki að mæla hérna eins og það er í fyrstu hjálparkennstunni þá er þetta bannað að mæla hérna vegna þess að í einhverjum fræðilegum heimi þá vil ég að meina það að hjartalæknar nota þetta hérna nutta hérna til að lækka hjartsláttartíðni fyrir mjög há. Þeir vilja meina það sem kenna fyrsthjálpina að amatör gæti óvart gert þetta að þeir vera að þreifa gett mikið og lækka hérna. Ég er ekki alveg að kaupa að það myndi gerast en endur að pröfa okkur sjálf og megi alveg pröfa út af því en hérna æfi ykkur líka utan svo þegar það líður þá getið þið fara að mæla púls hérna í hnésbót og niðri og endur ykkur oft upp í nára næst er ykkur í bað þegar þið pröfa að mæla nára púlsinn ykkur og svolítið skrítið að spyrir bekkjarfélagann ykkur að fara að mæla Þið gerir það næsta einhver Já, þið lærið þetta allir ekki aðeins en hérna endur að samt æfi ykkur og það hérna, þetta eru hlutir svona til miður meðan hjúkrunarfræðing og lækna og hlust. Þetta er svolítið að missa svona oft þessi litlu smáatriði sem gott er að kunna vegna þess að stíðstöndina tengið bara í mónitorana. Já, 80, fullkomið og það er ekki að hafa fyrir og þá missir maður stundum. Þegar maður mælir öndunartíðni, þá bara horfum við á brjóstkassan, fylgjum við hreyfingum, ekki segja fólki að segja andan. Eða svona mæla, ekki segja fólk að sjálfsögja, látum fólk segja sig andan en ekki segja að mæla, en mæla öndunartíðni. En þess að ef þið segja að þá byrjar fólk að vanda sig og þarft fyrir að það sé andnauð, þá takk ég eftir að byrja að hafa fyrir því að anda. Byrja að hugsa út í hvað það er að hafa fyrir andan. Það er ofta bara gott að mæla púlsinn, fylgjast með brjóstkassanum, byrja með hina hendina, kannski öxlinni,